Drottinn staðfesti sjálfa sig. Rúnar myndist á nokkra hluti sem ég ætla að tala í dag. En yfirskriftin eins og ég sjá hér leystu hendur mínar. Halleluja. Og mér hefur fundist í langa tíma að ég hafi verið pínlítið bundin, satt að segja. Ég farið í gegnum alls konar kringumstæður og við öll og ég hef upplifað eins og ég hafi leyft kringumstæðum lífsins að binda hendur mínar. Þannig ég hef ekki kannski verið fyllilega að gera það sem ég hef átt að vera að gera. Hvað varðar gönguna með Guði? Hvað varðar stöðu mína, þið vitið, með Guði? Halleluja. En það svo merkilegt að Drottinn býr til kringumstæður þar sem við fáum tækifæri til þess að brenna okkur böndin, þar sem við fáum tækifæri til þess að leysast og upplifa eitthvað stórkostlegt og nýtt. Má ég heyra amen? Halleluja. Mér langar í dag að tala við ykkur Samson. Mér langar til þess að hans vitnisburður verði okkar vitnisburður hér í dag. Og mér langar að fara inn á nokkur atriði, hvað var það frásögnum Samson sem þau hafa örugglega öll heyrt, sem að talar ótrúlega djúpt til okkar í dag. Halleluja. Ef við bara opnum aurun og heyrum það sem að Drottinn hefur að segja. Skulum kíkja fyrsta ritningaversið. Halleluja. Og það í Dómarabókinni 13:3-5. Engil Drottins birtist konunni og sagði við hana: Sjá, þú ert óbyrja og hefur eigi barn alið, en þú munt þungu verða og son ala, og þú þarft og haf nú gætur á þér, drekk hvorki vín né áfengan drykk og et ekkert óhreint. Því sjá, þú munt þungu verða og ala son, og skal rakhnífur ekki koma á höfuð hans, því að sveinninn skal vera Guði helgaður allt frá móðurlífi, og hann mun byrja að frelsa Ísrael af hendi Filista. Halleluja, karabashi, karabassia, halleluja. Orð Guðs kröftugt. Það beittara hverju tvíaukiðu sverði, halleluja. Það er rosalega gott að venja sig á það, ef það orð Guðs talað, að það sé sagt amen á eftir efninu. Halleluja, það kveikir líf í hjörtum ykkar, halleluja. Trúi mér, það gerir það. Halleluja. Það sem svo merkilegt við Samson, og reyndar allar hetjur Biblíunnar, þá hafa þær ákveðin svona karakterseinkenni. Allir sem einn, og þetta flest karlmenn, einhverju hluti vegna, Rut og reynda fleiri, og þarna sem talað Þetta voru svolítið sérstakir herramenn og konur. Þeir höfðu eiginleika rétt eins og Davíð, rétt eins og Jósef. Þetta var fólk sem gafst ekki upp. Það fór í gegnum erfiðleika, en það neitaði í Jesú nafni að gefast upp, halleluja. Það bara neitaði því, halleluja. Hann var fæddur, halleluja, og hann var kallaður á Guði, og það var alveg sama hvað taut og raulaði, hann gafst ekki upp. Hann vissi það, hann trúði það að Drottinn hafði gefið honum gjöf. Hann myndi vinna sigur í hverjum einustu kringumstæðum, og hann var ótrúlegur maður, Samson. Hann var einu sinni í bardaga við 3000 hermenn, einn á móti 3000, og hann hafði sigur. Hann var enginn venjulegur maður. En hann trúði því að Drottinn hafði gefið honum eitthvað, og hann steig fram í því. Halleluja. Halleluja. Hann steig fram í því í Jesú nafni. Það sem að óvinnur sálar okkar vill gera, vinir, það að hann vill að við þreytumst og líumst á göngunum með honum. Hann gerir ekki beina árás á okkur, en hann þekkir veikleika okkar. Og hann oft kemur með kringumstæður, það að segja, kringumstæður búna til, auðvitað til þess að við lærum og gerum rétt. En kringumstæðurnar verða oft til þess að við förum að horfa á aukahlutina í staðinn fyrir aðalatriðin. Líf okkar fer svolítið að snúast aukahlutina. Þegar kringumstæðurnar eiga að verða til þess að við að brýnast og verða hæfari. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að aukahlutinni fara að vera okkar, það fer að vera okkar aðalatriði í lífinu, sem ótrúlega sorglegt. Við höfum gjafir sem að nýtast ekki. Halleluja. Hann vill til að mynda að við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðu okkar. Hann vill til að mynda að við höfum áhyggjur af samskipta erfiðleikum sem í fjölskyldunni. Eitthvað sem upp hefur komið, sem hefur haft jafnvel takk, Gústi minn, blessi þig. Amen. Jafnvel einhverja erfiðleika sem við höfum farið í gegnum. Þetta verður allt aðalatriðin í líf okkar.
Og hugur okkar, við erum með pínlítið spastískan huga, hann fyllist af þessu. Við sjáum ekkert annað en einhverja kringumstæður sem við lent í. Aukahlutirnir verða aðalatriði. Það gerist hjá nánast öllum. Halleluja. Hann vill að við séum upptekin af erfiðleikum okkar. Öllu því sem að raunverulega hefur dregið okkur niður. Hann talar stanslaust í eyrað á okkur. Ertu ekki þreyttur? Ertu ekki þreyttur? Ertu ekki þreyttur á göngunum með mér? Göngunum með Guði, segi ég. Og vitið það, vinir, við getum verið þreytt á basically öllu. Við getum verið þreytt á maka okkar, makaleysi. Við getum verið þreytt á vinnun okkar, vinnuleysi. Við getum verið þreytt á kirkjunni, eða það að við höfum enga kirkju, það er engin kirkja nógu góð. Við getum verið þreytt á öllum sköpuðum hlutum, í alvöru. Við þreytumst á öllum sköpuðum hlutum. Það er eitthvað sem hvíslar stöðugt í eyrað okkar. Þetta er alveg hræðilega erfitt. Ég er bara þreyttur. Þú átt að vera þreyttur. Vertu bara heima hjá þér og horfðu á sjónvarpið. Og líf okkar fer bara að snúast í kringum þetta. Við förum heim, úr vinnu. Við förum heim, horfum á sjónvarpið og þetta er okkar öll tilvera frá A til Ö. Og við höldum að þetta sé málið. Og hvað hefur óvinurinn gert? Hann hefur dregið þig frá því sem að skiptir máli í lífinu. Hann hefur tekið augun þín af því sem að getur breytt lífiðinu og það sem að áætlun lífstíns snýst Halleluja. En, nota bene, við leyfum honum það, ekki satt. Halleluja. Það er það sem við gerum okkur ekki oft grein fyrir. Við leyfum honum það. Halleluja. En vitið það, við verðum aldrei þreytt, vinir, nema að við sem að nálgast markið. Það er engin þreyttur í fyrstu lotinni. Engin. Þegar fyrir að nálgast sigurinn og baráttan fyrir að taka enda, þá þreytust við. Og hugsa ykkur, þá oft gefist við upp. Við erum búin að vera allan tíman hérna, hér gefist við upp. Hér er markið. Halleluja. Þetta veit óvinurinn. Okkur haldi allir sér svona þreyttir. Halleluja. Í alvörunni. Við þreytumst út af því að við erum að nálgast lok bardagans. Við erum að fara að upplifa sigur. Samson var ótrúlega merkilegur að því leitunum til líka að hann svaraði óvinnum. Þegar óvinnum fór að hvísla í eyrað á honum, þá svaraði honum tilbaka. Halleluja. Halleluja. Margir upplifa það þegar kemur andstaða, þá við fyrstu andstöðu, þá fara sumir bara einhvern veginn að gráta og gefast upp. Það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Halleluja. Við höfum aldrei að gera það. Samson var frábært dæmi mann sem að gafst ekki upp. Hann svaraði tilbaka. Hann sagði alveg rólegur kallinn, þú fer ekki með mig neitt. Halleluja. Ég tek stöðu mína sama hvað á dynur í Jesú nafni. Halleluja. 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 Við þurfum að hætta að vorkenna okkur. Þetta er andleg barátta. Halleluja. Það er annað í frásögninni sem er ótrúlega merkilegt. Þetta eru bara 3 kaflar Samson. Og það var það að Filistarnir voru ekkert endilega stóra vandamál í hans lífi. Merkilegt nokk, þá voru það Júdamenn. Það voru þeir sem hann var raunverulega að vinna fyrir. Þeir voru hans stærsti akkilleshæll. Og vitið út af hverju? Því að þeir voru hræddir. Þeir voru stöðulega hræddir og þeir einhvern veginn trúðu ekki, djöfullinn var búinn að hvísla þeim, og þeir voru búin að trúa því að þeir gæti ekki unnið sigur. Halleluja. Þannig að þeir voru alltaf bara, Samson, ekki gera þetta, þú ert að koma okkur öllum í vandræði, þú ert endalaust að reyna að berja þessa Filisteia. Þú kemur okkur öllum í vandræði. Og þeir vildu á einu tímapunkti framselja Samson í hendur Filistum. Þeir voru búin að fá nóg. Þeir þoldi ekki hitann, þeir þoldi ekki kringumstæðurnar, þeir voru búin að láta binda hendur sínar, halleluja, og þeir þoldi ekki hitann, í Jesú nafni. Halleluja. Förum hérna í
Amen. Halleluja. Tökum þetta bara fyrst. Þér börn mín heyrið Guði til og hafið sigrað falsbómina. Því að sá meiri sem í yður en sá sem í heiminum. Halleluja. Húrabashiak. Og þetta var eiginlega í framhald af því þegar ég var að tala hann getur ekki gert beina árás á okkur. Hann getur bara haft áhrif á okkur. Hann veit það. Því að sá sem býr í okkur, hann svo miklu meiri heldur en sá sem býr í heiminum. Hann hefur ekkert vald. Hann hefur áhrifavald í líf okkar. En málið það bara að við föllum svo rosalega oft fyrir bragðinu. Því miður. Halleluja. En förum í Dómarabókina. Og Júdamenn sögðu, hví hafið þið farið í móti oss? En þeir svöruðu, við erum hingað komnir til þess að binda Samson, svo að við megum með hann fara sem hann hefur farið með oss. Þá fóru 3000 manns frá Júda ofan til Etam klettaskoru og sögðu við Samson, veistu ekki Samson að Filistar drottna yfir oss? Hví hefur þú gjört oss þetta? Og hann svaraði þeim, eins og þeir fóru með mig, svo hef ég farið með þá. Halleluja. Takk Jesús. Og hversu oft það að þeir sem við reynum að hjálpa og aðstoða, það eru þeir sem að miskilja, draga okkur í kjark og jafnvel binda hendur okkar. Halleluja. Því miður. Þess vegna ákaflega mikilvægt, vinir, að þið veljið þá sem í kringum ykkur. Það þarf að vera fólk sem talar líf og sigur og blessun inn í ykkar líf. Fólk sem að talar ótta og vanblessun yfir ykkar líf, forðist á Jesú nafni. Halleluja. Það guðlegt þegar það forðast á Jesú nafni. Halleluja. Áætlun Drottins nær ekki fram að ganga þegar þú ert með fólki í kringu þig sem hann að binda hendur þínar. Halleluja. Og það eru allt og margir í dag, meira þess í hinu kristna heimi. Við erum búin að vera í bakkirnum allt og lengi. Við erum búin að bakka og við þorum ekki að taka stöð okkar. Hvað það annað en ótti? Halleluja. Við erum búin að láta óttan heltaka okkur. Og það svo sérstakt. Ég fór að hugsa það í morgun. Það svo merkilegt. Þegar kreppan byrjaði, ég var alveg viss að það yrði meiri háttar vakning í land okkar. Það myndi allt fara að gerast. Og það fólk myndi átt að sjá, þessi hluti skipti ekki máli. Það eitthvað sem vert að seilast eftir sem eitthvað stærra og eitthvað meira. En nei. Þegar óttin kemur inn, þetta svo merkilegt, áhyggjur og ótti, við þurfum að vera svo upptekin af því sem hefur farið úrskeiðis. Hvað okkur skortir fjárhagslega, hvað við erum búin að missa þess og hinu. Vitið það, Íslendingar eru orðnir alveg gríðarlega neikvæðir. Við tölum svo mikið dauða, við erum endalaust að tala dauða, svo erum við alveg hissa að það ekki sigur í lífum okkar. Við erum alveg hissa. Við erum búin að setja og við erum búin að leyfa okkur það, að tala úr dauða. Og ég ekki að segja það að ég sé ykkur aðdáandi ríkisstjórnar númer 1, alls ekki. En vinir, tölum líf og sigur og ekki fylla ykkar nánasta umhverfi af dauða og ekki fylla það af fólki sem getur ekki talað í ykkur kjark og líf. Þetta skiptir öllu máli á göngunum með honum því að hann hefur áætlun fyrir ykkar líf. Það áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Og ef hún ætlar að ná fram að ganga, þá þurfið fólk í kringum ykkur sem tala líf, sem tala sigur, sem tala blessun. Má ég heyra amen? Halleluja. Rikarabashiak. Amen. Halleluja. Halleluja. En hvað felldi Samson? Halleluja. Hann féll á elstu bröllin í bókinni. Það var kona. Halleluja. Það var manneska sem hann elskaði. Halleluja. Og vitið það, þið verðið reynd af þeim sem standa ykkur næst. Ég segi það við ykkur núna. Þið verðið reynd á því sviði. Halleluja. En aftur, ætlar þú að taka vald yfir þínu kringumstæðum, ætlar þú að tala líf og sigur, því að þú ræður. Halleluja. Kirabashiak. Og það sem frábært sem að gerast núna að fólk að átta sig á að við ráðum. Við getum tekið stöð okkar. Við getum talað út líf og sigur þegar það ekkert líf, eða það virðist ekki vera neitt líf.
halleluja. Og hvað gerist? Það gluggi. Drottinn með glugga til himins, halleluja. Mitt í erfiðustu kringumstæður lífsins, þá gluggi til himins. Halleluja. Dísi Guði, halleluja. Rima shikararabasiak, halleluja. Júdamenn áttu ekkert með það að tala við óvininn. Rétt eins og Eva hafði ekkert með það að tala við höggorminn. Þar byrjaði vandinn. Hún fór að spjalla. Konur er stórhættulegt að vera að spjalla svona mikið. Konur og allir, nei, djók. Jesú nafni, halleluja. En vitið það eru svo hugsanir. Við fáum öll ótrúlegustu hugsanir. Alls konar hugsanir sem skjótast inn í hug okkar. Við ráðum hvort að það dvelja þar, skjóta rótum og fara bara að blómstra og gefa frá sér alls konar vibba. Það algjörlega undir okkur komið, halleluja. Við eigum að hertaka sérhverja hugsun til hlýðinni við hann. Og það hægt, vinir, það hægt í Jesú nafni. Stöðvið þig hugsaninu ykkar, áður en að verða ykkur verkum. Því að það í ykkar valdi, má ég heyra amen. Halleluja. Húra basíak, halleluja. Það svo sorglegt að þegar við höfum öll vopn sem hugsa getur, að við nýtum þau ekki. Halleluja. Þegar hugsanir koma inn, þegar kringumstæður koma, hvað eigum við að gera? Við vitum það öll. En af hverju erum við ekki að gera það í Jesú nafni? Halleluja. Hvers vegna ekki? Af hverju fær djöfullinn að rúlla yfir okkur enn eina ferðina með okkur sama útspil og hefur verið trekk í trekk og hann platar okkur í hvers sinn. Nú komið nóvinir, halleluja. Við þurfum að taka stöð okkar, halleluja. Í Jesú nafni. Og þetta ekkert flóknar það. Þú segir við djöfullinn, herðu, þú ferð ekkert með mig, kallinn. Halleluja. Þú getur ekki ráðskast með líf mitt neitt lengur. Svarið honum, halleluja. Rétt eins og Samson svarað honum, halleluja. En það sem að Samson var hans vandamál að hann var berjast andlega baráttu með holdlegum hætti. Hann var holdlegur. Hann hætti að vera andlegur. Þar flöskum við mjög oft, halleluja. Við förum að vera holdleg. Þessi holdsins gæði fara að skipta okkur máli. Það ekkert athvört við það að vera ástfangin. En missið ekki tök á Guði, halleluja. Í Jesú nafni. Standið fast á fyrirheitunum í Jesú nafni. Halleluja. Hættið að vera okkur að mís. Í Jesú nafni. Við getum unnið, við getum sigrað, halleluja. Kirabashikararabasiak, halleluja. Þau hafðu ekkert með að vera að ræða við óvininn. Það var vandamálið. Óvinnurinn var búin að semja við þau, talin ótta og dauða og samningurinn var sá að Júdamenn, þeir voru bara alls ekkert uppfylla þá áætlun sem að Drottinn hafði fyrir líf þeirra. Þeir voru búin að semja við óvinninn. Hugsaðu ykkur hvað þetta ótrúlega sorglegt. Upplifið þar alveg aldrei þar sem að Samson síðan uppliði. Það í okkar valdi, halleluja. Við þurfum átt okkur á því að við höfum ótrúlegt vald. Við þurfum að taka stöð okkar, halleluja. Halleluja. Kringumstæðurnar geta haldið frá því sem skiptir máli. Halleluja. Og ef þú lærir að sigra í kringumstæðunum, og við erum öll í ykkur þvílíkum kringumstæðum, ef við lærum að sigra í þeim og taka skynsamlegar og réttar ákvarðanir í kringumstæðunum og leita Drottins af öllu hjarta, að hvað gerist þá? Það vinnst sigur. Þið komist á þann stað í Guði að þið verðið gjörsamlega ósigrandi. Halleluja. Það fær ekkert stoppað ykkur. Halleluja. Í Jesú nafni. Heilagur, heilagur, heilagur. Það sem að Samson gerði, og aftur, hann gerði það vísvitandi. Hann gaf frá sér vald sitt með ákvörðun sinni. Hann gerði það. Ákvörðun hans var sú að hann gaf upp leyndardóminn sem fólst í styrkleikans. Hann gaf hann upp, sem var ótrúlega heimskulegt. Og það Delilah, sú sem að hann felldi hann í freistni. Hún búin að spyrja hann aftur og aftur og reyna hann. Hann var búin að segja henni að það þyrfti að binda hann og svo vaknaði hann upp og hann bara sleit sér. Hann var búin að spyrja aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta var augljóst mál hún var að reyna að fella hann. Það sama með okkur. Óvinurinn hvíslar að okkur
aftur og aftur og aftur. Það alveg augljóst mál að hann ætlar að reyna að fella þig, en einhvern veginn þá gefa honum upp það sem að mestu máli skiptir í lífum okkar. Halleluja. Og þannig á það ekki að vera. Halleluja. Vandi Samsonar var sá að hann var holdlegur en hann var í andlegri baráttu. Halleluja. Díse Guði. Halleluja. Hafið þið tekið eftir því að þegar eitthvað í gangi í Guðsríkinu, rétt eins og núna, það er eitthvað að gerast í andaheiminum. Ég er búin að upplifa mjög oft núna undanfarið á bænastundum. Það eitthvað þvílíkt í farvatninu, það eitthvað stórkostlegt að fara að gerast og Drottinn að fæða fram vilja sinn með einhverjum stórkostlegum hætti. En hvað gerist? Það kemur strax rosaleg barátta. Og bara þetta, allir meira og minna eitthvað veikir og þegar næsta samkom að þá er eitthvað svona. Halleluja. Þegar við erum strax reynd. Halleluja. Leið og við tökum stöð okkar. Halleluja. Og okkur finnst kannski skrítið að Samson hafi verið bundinn. Af hverju stoppaði Guð það ekki? Af hverju stoppaði hann það ekki? Halleluja. Það fólk í kringum okkur sem bindur hendur okkar. Halleluja. Því miður. En okkar viðhorf á að vera, ef Guð með mér, hver þá á móti mér? Halleluja. Og við þurfum að hasta á þetta. Þegar kringumstæðurnar koma í veg okkar, þá þurfum við að hasta á þetta og tala líf og sannleik og sigur. Halleluja. Við þekkjum það. Og ég skal segja ykkur það, mín reynsla svo, einu sinni fór ég gegnum rosalega mikla erfiðleika, bara eiginlega þunglyndi. Ég búin að fara í gegnum alveg hrikalega erfiða kringumstæður, ég orðin mjög sjóuð að fara í gegnum hrikalega erfiða kringumstæður. Ég var mjög langt niðri. Ég tók ákvörðun, hendur mér nú algjörlega bundnar, ég tók ákvörðun að hætta að tala dauða. Ég ætla ekki að tala dauða. Ég ætla ekki að tala illa nokkurn mann og ég ætla að tala líf og sigur. Vitið það, ég get ekki útskýrt hvernig líf mitt tók breytingum frá þeim degi. Það fór allt að gerast. Það svo mikið líf og sigur sem býr í orði Guðs. Og vitið hvað ég gerði? Ég prentaði út ritningarstæði sem hefðu talað til mín. Magnaða ritningarstæði sem hefðu gert eitthvað, þið vitið, eitthvað sem ég virkilega fundi fyrir að samkomi, eitthvað sem hefur blessað mig í gegnum tíðina. Ég skrifaði það niður, fullt af ritningarstöðum. Ég prentaði það út og ég var með það út allt. Og vitið hvað ég gerði? Ég þuldi það bara upp yfir mér. Ég talaði líf og sigur yfir þurrum, dauðum beinum. Og vitið hvað gerðist? Sinarnar koma á. Holdið kom á. Lífið fór að kvikna. Og ég skal segja ykkur það ekkert eins magnað og orð Guðs, en við skiljum það ekki og við notum það því ekki eins og við ættum. Taliði yfir líf ykkar sigur og blessun. Taliði yfir líf ykkar orð Guðs sem það kröftugasta sem til Þið kannski finnið það ekkert á þeim tímapunkti, en ég skal lofa ykkur því, ef þið gerið þetta, þá munið þið sjá kringumstæðurnar ykkar snúast við. Ef þið þurfið eitthvað hjálp við það að finna ykkur að magna ritningarstæði, þá getur þið talað við mig. Ég veit fullt af ritningarstöðum sem getur blessað ykkur upp úr skónum. Halleluja. En það gerði Samson, halleluja. Hann talaði líf og sigur inn í kringumstæðurnar. Þar til hann fjall í freistni, halleluja, halleluja. En vitið það, eldlega reynslur, eins og til dæmis það sem að Samson lendi í, eru til þess gerðar að brenna burt böndin sem eru í lífum okkar. Það svo merkilegt með eldlega reynslur, það geta breytt hugsun okkar og viðhorfi að eilífu. Og það sem ég held að hafa verið í gangi núna, ég búin að vera í eldlega reynslu í nokkra mánuði, Drottinn hefur viljað breyta hugsun minni. Og vitið hvað annað? Hann hefur fært mig í gegnum þessa eldlegu reynslur á þann stað að ég fór að hrópa til hans með allt öðrum hætti.
Ég fór að tala við hann. Ég fór virkilega að tala við hann. Djúp mitt kallaði á djúp hans. Það það sem að gerist í eldlegum reynslum. Djúp mitt fór að kalla á djúp hans. Halleluja. Þegar við komumst á þann stað að það ekkert eftir, þá breytist tónninn í bænin okkar. Halleluja. Hann breytist í Jesú nafni. Og það það sem hefur gerst núna. Og ég fann á bænastund fyrir einhvern 3 vikum síðan. Vitið það, ég kom hérna og ég gjörsamlega bara á leiðinni hérna. Þá var ég að hlusta á lofgjörð og tónlist. Ég öskraði gjörsamlega. Því ég kom með nóg af mér. Ég vil meira af honum í Jesú nafni. Það ekki mín áætlun sem á að verða veruleika. Það hans áætlun í Jesú nafni. Halleluja. Og ég vona að ég fái það náð, að ég geti auðmýkt mig það mikið að ég fá að heyra þá áætlun sem hann hefur fyrir bæði mitt líf og þessa kirkju í Jesú nafni. Það skiptir mig gríðarlega miklu máli. Ég vil ekki að mitt ego eða mínar hugmyndir standi í vegi fyrir því að þið fáið þá blessun sem að þið eigi skilið. Það sama ykkur, elsku vinir. Halleluja. Komist á þann stað þar sem að þið öskrið frammi fyrir honum. Halleluja. Það sem andi Guðs kemur yfir ykkur. Þið eru komin upp við vegg. Þið getur ykkur hvergi hrært. Þá byrjið þið að hrópa öðru í sig. Þið byrjið að biðja öðru í sig. Það kemur einlægni sem annars heyrist ekki. Halleluja. Og trúiði mér, þetta vanmetið. Þess vegna setur Drottinn okkur í eldlegar kringumstæður. Til þess að við komumst á það stað að lífi breytist hjá okkur raunverulega. Og það sem að gerðist á þessari bænastund, það var einfaldlega það. Það var eitthvað sem fæddist innan fram. Ég get ekki útskýrt það en ég fór heim og með leið eins og 200 kíló hafði fallið á bakinu á mér. Það var stórkostleg reynsla, en það var út af því að ég tók skref. Ég steig fram og ég sagði, herðu, óvinur, þú ferð ekki með mig neitt. Ég komið með nóg, ég fór að svara, halleluja. Og ég gerði það í einlægni, halleluja. Og það sem svo merkilegt með Samson, hann gerði það sama. Hann var fallinn, hann var bundinn, halleluja. En hann sagði að lokum Drottinn, bara enn einu sinni, bara lokum. Þá auðmýki ég mig fyrir þér. Ég bið að fyrirgefa mér. Ég bið að fyrirgefa hversu langt ég farin af veginum. Halleluja. Hann var í auðmýkt. Hann talaði á hjartanu. Halleluja. Og hvað gerði Drottinn? Hann gaf hann þvílíkan styrk og kraft. Halleluja. Og hvað gerðist? Hann var stórkostlegan sigur. Hann var þarna, það voru allir heldri menn Filista samankomnir á okkur í samkomu. Og hann var leiddur fram. Hann átti að vera skemmtiatriði þeirra. Hinn mikli Samson sem að Drottinn ætlaði að nota. Sem var bara orðinn aumur þræll. En hvað gerði Samson sem aumur þræll? Hann auðmýkti sig enn frekar. Ég vil vera þannig þegar Drottinn sendi mig í eldlegar raunir að ég hafi vitað því að auðmýkja mig enn frekar og segja Drottinn, gefðu mig kraft, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Halleluja. Ert þú þannig hér í dag? Ert í eldlegri reynslu og þú ert ekki ennþá búin að auðmýkja þig fram fyrir Guði? Þú ert ekki ennþá búin að fá sigurinn í kringumstæðurnar? Prófa þetta. Prófaðu að hrópa til hans eins og þú verður aldrei hrópa til hans. Sjáu hvað gerist. Lesum hennan ritningarstað. Halleluja. En þeir nú gjörðust glaðir, sögðu þeir, látið sækja Samson til þess að hann skemmta oss. Letu þeir nú sækja Samson úr dýflissunni og varð hann að skemmta þeim. Og þeir höfðu sett hann á milli súlnanna. Þá sagði Samson við sveininn sem leiddi hann, slepptu mér og leyfðu mér að þreifa á súlunum sem húsið hvílir á, svo ég geti stutt mig upp við þær. En húsið var fullt af körlum og konum. Þar voru og allir höfðingjar Filista og upp á þakinu voru 3000 karla og kvenna sem horfðu á. Samson skemmti. Það hrópaði Samson til Drottins og sagði, Drottinn Guð, minnstu mín, styrk mig nú Guð, í þetta eina sinn
svo ég geti hent mín á Fílistum og þannig sé ég ekki restina. En það örugglega eitthvað blessað. Halleluja. Halleluja. Í þínu svartnætti, í þinni eldlegu reynslu, þá Drottinn búinn að gera gátt til himins. Þú munt aldrei sjá þessa gátt til himins nema þú gefist upp, auðmýkir þig og ákallar hann. Þú munt ekki sjá það. En ef þú gerir þetta, þá muntu upplega eins og getur flogið. Það það sem ég uppgötaði. Ekki það ég hef uppgötaði mörgum sinnum áður, bara Drottinn myndi mig á það aftur. Og hvað gerðist? Ég leysti hendur blessunar, Guðs inn í mitt líf. Og það var stórkostleg reynsla. Og ég núna þannig, ég bara orðin svo væmin. Ég bara í bílnum á leiðin í vinnuna að hlusta á lofgjör og tónlist og ég bara græt. Drottinn hefur snert hjarta mitt. Djúp mitt kallaði svo mikið á djúp hans og það gerir. Og meira svo leiðin að sangum þá fór ég að hlusta á eitthvað heilsungslag og ég bara græt. Ég vil vera þannig fram fyrir Guði, hann geti haft áhrif á líf mitt, halleluja. Ég vil að ekkert bindi hendur mínar. Þarna voru hendur mínar bundnar. Ég auðmýkti mig og ég fekk aftur kraftinn, gjöfina sem Drottinn hafi gefið mér. Og það sem að gerist við það, að þegar við gerum þetta, við fáum allt í einu sýn. Við sjáum allt í einu hlutina í samhengi. Við vitum allt í einu, já bíddu, Drottinn hefur áætlun. Þetta ótrúlega merkilegt. Þú fer allt í einu að skilja. Það gerist meira. Við allt í einu tökum eftir hlutum sem við getum nýtt okkur í baráttunni. Og við erum með fullt af hlutum í kringum okkur sem við getum nýtt okkur í baráttunni, sem við áttum okkur ekki einu sinni á. Fyrr en við komumst á þennan stað. Þar til við gefumst upp, við hrópum til hans. Ég að segja ykkur það. Eftir þessa bænastund, vinir, ég get ekki lýst því. Ég sá allt öðruvísi. Ég sá himneska hönd Guðs með áætlun. Og ég held hann hafði bara gleymt mér. Hann hafði bara alls ekkert gleymt mér. Halleluja. Og hann hefur ekki gleymt ykkur, vinir. Hann hefur svo sannarlega ekki gleymt ykkur. Fyrir ekki, ég að tala svolítið lengi. Ég vona 2 mínútur í viðbót. Það sem að andinn gaf honum líka var herkænska. Og það sem að ég upplifði eftir þessa bænastund var kænska. Ég upplifði, já, ég fer þessa og þessa leið og þetta verður útkoman. Nákvæmlega eins og gerðist fyrir Samson. Þetta svo merkilegt með svona sögur í Biblíunni, hvað þær hafa mikið inn í okkar líf að segja ef við bara hlustum, ef við bara horfum. Í Jesú nafni, halleluja. Ég vona, vinir, að þið hafi fengið eitthvað hérna í dag. Ég þrái ekkert meira en fyrir ykkur, rétt eins og mig, að höndla og komast á þann stað með Guði að þið eru að upplifa eitthvað stórkostlegt. Eldlegar reynslur til þess að böndin slitna af okkur, þau að brenna af okkur. Halleluja. En hvað þurfum við að gera? Við þurfum að auðmýkja okkur undir Guðs voldi og hönd. Hvað hefur við lesið þetta oft í ritningunni? Hvað hefur við lesið þetta? Aftur og aftur og aftur. Og við kannski gerum okkur ekki grein fyrir vigtinni í orðum sem við lesum aftur og aftur og aftur. En orð Guðs klikkar ekki. Halleluja. Kemur aldrei tómt tilbaka. Má ég heyra amen? Halleluja. Ég trúi því, vinir, að Drottinn vilji leysa einhverja hér í dag. Ég trúi því að Drottinn vilji brenna einhver bönd sem hefur haldið fastum, sem hefur gert að verkum að þú hefur ekki upplifað það sem að Drottinn hefur fyrir þig. Þú hefur verið upptekinn af aukahlutum en ekki aðalatriðinu. Drottinn vill brenna böndin til þess að þú geti gengið í fullkomnu vilja hans. Halleluja.